Ég ætla að sýna ykkur hvernig þið stofnið launþega í launakerfinu. Við getum valið hér undir mína vinnslu launþegar. Við getum líka farið hér í uppsetning og hér í launþegar. Þá opnast þessi valmynd hér. Ég get togað hérna niður í hornið til að sjá allt ef ég þarf þess. Ég smelli hér undir aðgerðir á stofna launþega. Þá opnast þessi launaálfur hér. Ég smelli hér á áfram. Ég fylli hér út í reitina og ég set hérna inn eitthvað númer. Það er ágætt að vera að nota bakverð, það sé sama og stimpilklukkunúmer þar. Ég set hérna inn kennitölu launþega. Ég set inn nafnið hans hérna. Heimilisfang, póstfang og svo framvegis. Ég set hérna inn sveitafélag, mjög árandi að það seti staðar. Og fylli hérna út að það eru deildir, þá velja deildina. Set inn símanúmer, vel kynið, þetta hefur yfirleitt með kjararannsókn að gera, ég smetla áfram. Ég vel banka, ég get alltaf farið hérna öruna niður og valið bankan. Síðan get ég sett höfuðbókinu hér og reikningsnúmer. Hér fylli ég út Orlofsbanka ég er með Orlof á eftirinu. Hér eigandi bankareiknings ef einhver annar en launþegi, annars get ég sleppt þessu. Hérna set ég inn hvaðan á marga orlofsdaga. Ég smetli hér áfram, set inn hlutfall skattkorts. Vel fyrstu dagsetningun á skattkortinu, ég ætla að hafa það í janúar. Hvenær hann hóf störf. Ef hann er með skattkort maka þá fylli ég það út hér og set hérna inn prósentuna á því skattkorti. Starfshlutfall launþega fylli ég út hér. Útborgunartíðni, hvort hann fór útborga mánaðarlega, hálfsmánaðarlega og svo framvegis. Ég smelli hér áfram. Ég vel hérna undir kjararannsókn. Ef ég er með kjararannsókn þá fylli ég þetta út og fæ ég þessar upplýsingar hjá kjararannsókn. Ég smelli hér áfram. Ég get stofnað launþega, ég get sleppt en ég get stofnað hann hérna á sama tíma. Þá get ég farið hérna niður og ég get valið. Ég get bætt inn í með því að smetla hér á insert á lyklaborðinu eða F11 til að breyta færslu. Þetta er allt val á lyklaborðinu. F1 fyrir launalið, ég ætla að gera það. Þá er ég bara með launaliðina. Ekkert annað þvælast fyrir mér, ég vel hérna mánaðarlaun. Ég ætla að fara hérna að velja dagvinnu fyrir VR, að ég ætla að nota þannig. Yfirvinnutímar og ég ætla að velja það sem er 1,0385% af mánaðarlaunum sem er svona algengast. Ég ætla að velja hérna lífeyrissjóðinn VR og ég ætla að velja hérna séreignarsjóð 4%. Ég ætla að velja svo stéttarfélag, þið sjáu að ef ég þarf að bæta einhver inn í þá get ég alltaf nota insert á lyklaborðinu til að bæta inn í þessa skrá. Ég smelli hér áfram, ef ég ætla að gera annan launþega þá smelli ég bara hér, annars smelli ég að ljúka. Þá er launþeginn orðinn til hér. Hérna sjáum við á spjaldinu hans að það er búið að fyllast út hérna í fullt af reitum. Útborgunarlaunin eru komin. Ég vel hérna kannski banka, það er ágætt að hafa það. Orlofsdagurinn er komin, skattkortan það kemur hér, ég smelli hér og uppfara. Ég get síðan farið hér í launaseðlar og þar reikna ég launin og þá sjáum við að launaseðlinn hefur orðið til líka og allar launalínur eru komnar og nú get ég fara að reikna laun. Takk fyrir.